Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að snúa okkur að siðmennt en þær eru komnar til mín Sesselja og Vala og þær ætla aðeins að útskýra fyrir okkur hvað siðmennt gerir. Velkomnar. Segðu mér bara fyrst aðeins í stuttu máli svona frá starfi siðmenntar. Upp á hvað bjóðið þið? Í siðmennt þá er boðið upp á náttúrulega fermingar, borgaralega fermingar. Það eru nafngjafir. Það eru útfarir, veraldlegar útfarir og svo veraldlegar hjónavígslur. Þetta er allt bara svipað eins og er boðið upp á í bara þjóðkirkjunni. Og hérna, þetta er tiltölulega nýtt, hvað er 30 ára á Íslandi? Já, á næsta ári. Og hvernig er þetta orðið mjög rótgróið? Þetta er það og verður alltaf, stækkar alltaf bara með hverju árinu. Það var til dæmis tölur fermingabörn. Já. Það var á landsvísu voru 2015 voru það 300 og eitthvað, 306 eða 8 fermingabörn og í fyrra voru það komið upp í 545 og nú þegar eru skráð rúmlega 500 börn fyrir næsta ár og skráningar eru það í gangi. Og þetta er sérst þá fyrir allt Ísland, í rauninni þessi tölur, já. En hér á Akureyri hefur við verið, þegar við byrjum í fyrstu fermingunni, þá voru 12 krakkar og núna síðast voru 50. Þannig að það er alveg frekar mikill vöxtur í þessu. Og nú er ég sé kennsluna eða fræðsluna hérna fyrir fermingarnar og nú erum við komið með 2 hópa, fleiri kennara, þannig að nú eru það svo mörg. Já, það eru bara nánast komin í vaxtarverkið. En já, það er sem sagt í rauninni fermingarfræðsla eins og hjá kirkjunni. Hvað ertu að kenna í fermingarfræðslunni ykkar? Hjá okkur er kannski mest lögð áhersla á heimspeki, gagnrýna hugsun. Við fjöllum siðfræði auðvitað, kynjafræðina, ég með sérstakan kennara sem er kynjafræðingur. Við fjöllum bara sjálfsmyndina og sjálfið og tilfinningarnar okkar, samfélagið og allt það sem við erum að díla við núna, sjálfbærni, loftslagið, fjölmenningu, fordóma og allt það. Við erum líka bara tilgang lífsins og hamingjuna og sorgina og bara allt sem við tökumst á við í lífinu, sko. Nú er þetta ákvörðun ungs fólks að gera þetta frekar heldur en að fermast í kirkju. Ræðið þið eitthvað það í fermingarfræðslunni, fær hver að segja hver er mín ástæða eða hvernig þetta? Já, við spyrjum að því og þau eru svörin eru eins mörg og þau eru misjöfn, sko, þannig að þau sumir koma því að þeir vita bara ekki alveg hvar þeir eru staddir í lífinu og eftir að finna svona hvar þeir passi í heiminn og aðrir koma því að þeir nenni ekki að fara í 10 messur og sumir eru bara tilheyra öðrum trúfélögum þar sem er ekki fermingar og það er bara alls konar ástæður, sko. Já. Það er náttúrulega svo mikið svona manndómsvígsla þannig. Ég held að þetta sé bara svona í menningun okkar, er þetta svo mikið svona skref, þú ert orðin þetta gamall á 14. árinu og það er bara svo frábært að fá tilefni til veislu og svona hitta fjölskylduna og allir hafa gaman bara saman. Já, einmitt. En Sesselja, þú ert sem sagt svona athafnastjóri, kallar það? Jú, hárrétt. Segðu mér aðeins frá þínu starfi. Já, það er í rauninni bara, ég hef verið að taka með nafngjafir og fermingar. Ég sá fermingu í vor og svo hef ég verið með hjónavígslur og þetta er ótrúlega skemmtilegt. Þetta er færi á því að gera þetta eins persónulegt og mögulegt er og þær hafa verið, þessar hjónavígslur sem ég hef haft eða haldið, eru eins ólíkar og það eru margar af því að þær eru það er alltaf, ég á alltaf svona, samræður við fólki sem er að fara að vígja sína sambúð og við bara ræðum nákvæmlega hversu einfalt eða stórt brúðkaup eða hjónavígslu. Brúðkaup er náttúrulega svona orð sem við notum yfirleitt ekki, en að það er svona gamaldags. Sumir vilja náttúrulega bara risastóra veislu, risastóra hjónavígslu og þá gerir maður það bara og það eru tónlistaratriði og annað eða þá sumir vilja, ég hef haft hjónavígslu sem er bara heim í stofu, bara 2 vottar og ekkert flókið. Þannig að þetta er bara allt rófið í rauninni. Já, allt, alveg bara. En nú er hjónavígsla eða brúðkaup eða hvað maður kallar þetta. Þetta er svolítið svona fast í skorðum, þetta er alltaf eins einhvern veginn, eða svona oftast allan í kirkjum.
Hvað er svona furðulegasta sem þú hefur tekið þátt í? Furðulegasta? Það er náttúrulega margir athafnastjórar sem hafa verið að þessu lengur en ég og verið með miklu fleiri vígslur og svona, en þannig að mínar sögur eru kannski ekkert svo merkilegar, en ég hef heyrt rosalega skemmtilega sögur. Það eru til sögur af því að fólk hefur beðið athafnastjóran bara, geturðu gefið okkur saman í svarthöfðabúningi. Og það er bara, þú veist, ef athafnastjórinn er tilbúin í það, þá náttúrulega bara er það allir góðu lagi. Og það er bara, það eru á staðir eða ákveðnir hluti sem að fólk vilja koma fram. Þú er þess að tilbúin til þess að fara í búning. Ég er leikari, þannig ég er hvað sem er. Til þetta allt saman. Alveg hreint. Nei, það er mjög skemmtilegt hvað er ótrúlega mismunandi og persónulegar athafnirnar og hvað geta verið svona einstakar og svona það sem maður reynir alltaf að gera er að spegla persónuleika þeirra hjónanna, verðandi hjónanna og að þau fái bara að njóta sína, þetta er þeirra dagur. En allavega, nú er tíminn að hlaupa frá okkur og bara svona til þess að taka aðeins saman, þá er náttúrulega Siðmennt ekki trúfélag, þið eru lífsskoðunarfélag. Já. Þannig að það er svona svolítið mikilvæg punktur í þessu. Já. Þannig að það, þú veist, allir svona samanburður við þjóðkirkjuna er kannski þannig séu óþarfi, þó þið séu það að bjóða upp á sömu, þú veist, eða svipaðar athafnir, þá er þetta í rauninni bara annað val. Já, þetta er í rauninni svona hattur yfir, eða regnhlíf yfir, af því að við getum til dæmis gefið saman manneskju sem er í þjóðkirkjunni og ásatrúarfélaginu en vilja eitthvað alveg hlutlaust. Já. Við getum gefið saman fólk sem er alveg trúlaust og svo einhverjum sértrúarsöfnuði, þú veist, það bara er allt opið. Það er allt opið, það getur bara akkurat, það getur bara allir komið og gert þetta svona sitt. Já. Það eru frábær lokaorð. Takk ykkur kærlega bara fyrir komuna og gleðilega fermingar season, eða hvað maður kallar það. Takk fyrir að fá okkur. Áður en að við förum í stutt auglýsingahlé, þá ætlum við að fá smá forsmekk af því sem í vændum er 27. október næstkomandi, vetradaginn 1. En þá ætlum við á N4 að sýna fiskidagstónleikana 2019. Við ætlum að fá að heyra lagið Hvað ef ég get ekki elskað með Friðriki Ómari. Gjörið svo vel. Það á að vera sjálfsagt og talið ósköp eðlileg og á allra færi en ég get ekki að því gert. Þau segja mér hætt þessu drengur, allir finni sína leið en ég stend einn í neyð. Ég spyr hvað ef ég get ekki elskað neitt af öllum þunga með hjart og lunga finna allir til. Segðu mér hvað ef ég get ekki elskað neitt, ekki neitt. Það er eitthvað brotið inn í mér en sárin gróa og ég skil þau eftir hér. Þau segja mér hætt þessi drengur, allir finni sína leið. Ég stend einn í neyð. Hvað ef ég get ekki elskað neitt af öllum þunga með hjart og lunga finna allir til. Segðu mér hvað ef ég get ekki
sem spyr